Fundargerð forsætisnefndar frá 13. maí, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 9. maí, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 29. apríl, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 11. maí, fundargerð stjórnkerfis- og lýðræðisráðs frá 2. maí, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. og 11. maí og fundargerð velferðarráðs frá 28. apríl og 4. maí. Það var borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir óska eftir því að taka til máls. Ágæti forseti og borgarfulltrúar, ég kem hérna undir liðnum fundargerðir og svo tiltekna fundargerð sem ég langaði að taka til máls við fundargerð innkauparáðs. Af því á þeim fundi gerðist dálítið merkilegt. Þar var talað að það var samþykkt að eftirfarandi texti yrði hluti af útboðsgögnum og verksamningi. Og með leyfi forseta, þá stendur: Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem sem starfsmenn bjóðanda eða undirverktaka, fá laun og starfskjör í samræmi við gildandi kjarasamninga hverju sinni og aðstæður þeirra sé í samræmi við löggjöf á sviði vinnuverndar. Tilvitnun minni lýkur. Þetta finnst mér mikið framfaraskref í Reykjavík og í takti við það að Reykjavíkurborg friðar- og mannréttindaborg, þá finnst mér að við ættum að skoða það hvernig við getum innleitt í meira magni siðræna viðskiptahætti í innkaupastefnu Reykjavíkurborgar. Við ættum þar að vera með mjög skýr viðmið það að Reykjavíkurborg brýtur ekki á mannréttindum fólks, skaðar ekki umhverfið eða ýtir undir misskiptingu og misrétti, hvorki hérlendis né erlendis, og að ákvæði innkaupastefnunar sem eru mjög góð að mörgu leyti vegna þess að þar umhverfisákvæði meðal annars, að þá ættum við að móta innkaupastefnu sem tekur meira tillit til þessara þátta sem ég taldi hérna upp rétt í þessu, vinnuréttar, umhverfis, hafna vopnaframleiðslu, hafna barnaþrælkun, hafna spillingu, svo eitthvað sé nefnt. Þetta vinna sem ég myndi vilja sjá á vettvangi borgarinnar. Til hamingju með þetta. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óska eftir því að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil gera hér að umtalsefni 4. tölulið í fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 11. maí sem fjallar málefni leikskólans Mýrar í Skerjafirði. En á fundinum þá voru við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar flugvallavinna tilnefnd til að gera alvarlegar athugasemdir við óviðunandi upplýsingagjöf til skóla- og frístundaráðs vegna hugsanlegrar lokunar þess leikskóla, þar að segja leikskólans Mýrar. Á fundi skóla- og frístundaráðs 27. apríl þá óskaði fulltrúi Framsóknar flugvallavinna eftir upplýsingum hvort fyrirhugaðar væru breytingar á leikskólastarfi í Vesturbænum vegna fækkunar barna í ákveðnum árgöngum, til dæmis hvort til stæði að loka leikskóladeildum í hverfinu. Það hefur verið mjög auðvelt að láta okkur í té upplýsingar þetta mál á þeim fundi, en það voru engar upplýsingar þetta látnar í té á fundinum. Aðeins 2 dögum síðar, eða 29. apríl, fengu foreldrar leikskólabarna á Mýri bréf frá skóla- og frístundasviði að upp væri komin óvissa framtíð leikskólans og að verið var að skoða framtíð hans. Í bréfinu voru foreldrar upplýstir að hafnar væru viðræður einkavæðingu starfseminnar. Það að leikskólinn Ós tæki yfir rekstur Mýrar, en í bréfinu sagði jafnframt að ekki væri komin niðurstaða í þær viðræður. Ljóst að umrædd óvissa rekstur leikskólans Mýrar skapaðist ekki á þeim stutta tíma sem leið frá lokum fundar ráðsins, skóla- og frístundaráðs, miðvikudaginn 27. apríl,
þar til foreldrunum barst umrætt bréf á föstudegi. Það með algjörum ólíkindum að skóla- og frístundaráð sé ekki upplýst að óvissa ríki rekstur ákveðins leikskóla í borginni og að verið sé að skoða hugmyndir einkavæðingu hans. Það svo sjálfsagt grundvallaratriði að ekki ætti að þurfa að taka það fram að komi upp óvissa framtíð skóla eða annarrar stofnunar heyrir undir skóla- og frístundaráð, þá sé ráðið upplýst svo fljótt sem unnt og án undanbragða þá alvarlegu stöðu. Hið sama gildir að sjálfsögðu þegar hafnar eru viðræður við einkaaðila að taka sér slíka starfsemi, hvort sem starfsemin í óvissu eður ei. Því miður þetta ekki fyrsta dæmið lengdarhyggju gagnvart kjörnum fulltrúum varðandi lokun leikskóla á þessu kjörtímabili, samanber lokun leikskólan Sjónarhóls í Grafarvogi á síðasta sumri. Þar fékk maður eftir á að vita að það hefur verið að byrja að undirbúa lokun þess leikskóla og það mál var unnið eftir að skóla- og frístundaráð var farið í sumarfrí. Þrátt fyrir að formanni ráðsins hefði verið í lófa lagið að láta aðra ráðsmenn vita það. Á þessu fundi skóla- og frístundaráðs þá óskuðum við fulltrúar í minnihlutanum eftir því að slíkar upplýsingar verði veittar okkur greiðlega í framtíðinni, enda algerlega óviðunandi að kjörnir fulltrúar í skóla- og frístundaráði þurfa að lesa það í blöðunum að óvissa sé upp framtíð einstakra skóla í borginni og að hafnar séu viðræður einkavæðingu þeirra. Ég finn mig knúinn til að taka þessi mál upp í borgarstjórn, enda held ég að bara það hljóta allir að viðurkenna að upplýsingagjöfinni var ekki sinnt í samræmi við góða stjórnsýslu í þessu máli. Ef að fulltrúar meirihlutans halda því fram að það hefði verið gert, þá alveg greinilegt að þeir líta fagráðin sem eiga að fylgjast með, eins og þetta fagráð, að fylgjast með skóla- og frístundamálum í borginni fyrir hönd borgarráðs, að þeir líta þau einhverjum öðrum augum heldur en orðað í samþykktum þau. Við tökum þetta mál upp og gerum eins og í skóla- og frístundaráði alvarlega athugasemd við þetta, en vonum að atburðir sem þessir endurtaki sig ekki og upplýsingagjöfin verið færð í lag þannig að samstarfið geti verið gott í skóla- og frístundaráði eins og það reyndar í flestum málum sem koma þangað inn á borð. Það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og það borgarfulltrúi Skúli Helgason og óska eftir því að taka til máls. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Hér eðlilegt að koma upp og svara fyrir þessar fullyrðingar sem koma fram í máli Kjartans Magnússonar leyndarhyggju og skort á upplýsingagjöf, óviðunandi upplýsingagjöf held ég hann hafi orðað það. Rétt að það komi fram að í ljósi fyrirspurnar sem að fulltrúi Framsóknar og flugvallarvina lagði fram á fundi miðvikudaginn 27. apríl, þá hefur svo regla verið í þessu ráði eins og held ég mjög mörgum í borginni að fyrirspurnir sem lagðar eru fram á fundið, þeim ekki svara á þeim sama fundi. Það regla sem við höfum viðhaft lengi og þar var verið að spyrja það hvort það stæði til að loka leikskóladeildum í hverfinu meðal annars. Þennan sama dag átti sér stað fundur sem að sviðið efndi til með fulltrúum foreldra sem að reka leikskólan Ós og á þeim fundi var í fyrsta sinn hreyft þeirri hugmynd hvort að það kemur til greina að Ós myndi skipta húsnæði og fara yfir í leikskólan Mýri. Það var nákvæmlega gert í þeim tilgangi að ekki kæmi til lokunar á þeim ágæta leikskóla því að þá lá fyrir að fjöldi barna honum hafði fækkað verulega og stemdi í það að þau yrðu innan við 30 talsins eða í kringum 20 færri heldur en að sá leikskóli rúmar. Þetta bara ágætis dæmi mál sem í vinnslu á sviðinu. Engar niðurstöður hafa verið teknar, engar ákvarðanir hafa verið teknar en hugmyndum þarna fleytt í samráðinu og
síðan var þetta mál tekið upp á næsta fundi í ráðinu í síðastliðinni viku, þannig að þá var upplýsingaskyldunni fullnægt og ég tel að það sé stormur í vatnsglasi að gera máli við því þó að viðræður sem að standa yfir sama dag og haldinn fulltrúi fundur í ráðinu, að þar sé ekki upplýst það að menn séu að tala saman einstök mál. Það sjá það allir í hendi sér að það ekki hægt að taka alla fundi ráðsins undir upplýsingagjöf mál sem eru á byrjunarstigi og í frumviðræðum milli aðilar sem að umræðir. Borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu. Þá hefur borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, ég get ekki annað en komið hér upp. Ég er mjög ánægð með að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hafi tekið þetta mál hérna upp. Það var góður maður sem sagði oft við mig hérna í gamla daga að það sé undantekningin sem skapar regluna. Það var mikill skólamaður og menntamaður og ég held að það hefði verið mörgum til sóma ef að slíkt hefði verið viðhaft á umræddum fundi í skólafrístundaráði eftir að ég lagði fram mína fyrirspurn varðandi það hvort til stæði að loka mögulega ákveðnum deildum í ákveðnum bæjarhluta í leikskólum í ákveðnum bæjarhluta borgarinnar. Ég var mjög undrandi, svo ég taki nú bara mjög vægt til orða, þegar ég frétti svo daginn eftir að það var ýmis mál í gangi sem að ég hefði talið mjög eðlilegt að formaður skólafrístundaráðs hefði upplýst mig og aðra á þessum fundi í kjölfar minnar fyrirspurnar. Við erum búin að ræða þetta við Skúli Helgason borgarfulltrúi, hann veit mín afstöðu og ég veit að hann telur að það hef ekki verið við hæfi að tjá mér og öðrum þetta mál, en ég er bara ekki sammála. Undantekningin skapar regluna. Þá er borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran lokið við það að veita andsvar. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskaði eftir að veita andsvar, óskaði eftir því að taka til máls. Já. Þá mun borgarfulltrúi Skúli Helgason svara andsvari. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Já, það er hárrétt hjá borgarfulltrúa Jónu Björgu Sætran að við ræddum þetta á síðasta fundi í ráðinu og ég lýsti bara þeirri skoðun að það hefði ekki verið venjan að við myndum fara inn í fyrirspurnir sem lagðar eru fram á sama fundi. Það þýðir ekki að það hefði ekki verið við hæfi, það hefði alveg verið hægt að gera það en mín afstæði fyrst og fremst þessi að það eru ýmis mál sem eru á undirbúningsstigi, þetta mál og algjöru byrjunarstigi, samtölun við viðkomandi aðila og það var kannski skýringin á því að menn fóru ekki inn í það að ræða innihald fyrirspurnarinnar og stöðumála, en það lá það ekki fyrir og liggur ekki fyrir að það standi til að loka þessum leikskóla. Þau málir eru bara í skoðun og vilji okkar hefur einmitt staðið til þess að halda starfseminni áfram þó með breyttu sniði gæti verið. Já, borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við það að svara andsvari. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að veita andsvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég verð að segja að ég er undrandi á viðbrögðum Skúla Helgasonar borgarfulltrúa og formanns skóla og frístundaráðs við þessari gagnrýnu mónóa upplýsingagjöf. Maður hefði talið að hann myndi bara reyna afsakana en hann rauninni gerir það ekki, heldur bara ber hér í bætiflagg og talar hérna eins og honum finnist þetta bara eðlilega málum staðið. En það er það bara alls ekki. Við í skóla- og frístundaráð gegnum ákveðnu hlutverki sem fagráð og það er bara þannig að það er ekkert gert ráð fyrir því til dæmis að formaðurinn þar, þó ágættur sé, að hann fái upplýsingar
hann fái endilega meiri upplýsingar heldur en aðrir í skóla- og frístundaráði. Hann fyrst og fremst fundarstjóri á fundum ráðsins og þar liggur hans vald og það fylgir þetta því að þá lendir á honum að undirbúa fundi og annað. En það felst ekki þeirri stöðu að hann eigi endilega að vinna í málum án vitundar ráðsins og alls ekki meiri háttar málum eins og það að það sé verið að fela, það sé verið að fara í einkavæðingu, það sé verið að fela einkaaðila rekstur á borgarreknum leikskóla. Slík mál eru auðvitað þess eðlis að allt ráðið verður að vera upplýst þau alveg frá byrjunarstigi og hann upplýsti það í formaðurinn áðan að það hefði verið fundur sama dag sem sagt málefni Ós og Mýri sem sagt að báðir þessi skólar starfsemi beggja þessara skóla væri í óvissu og hann fundar þessa óvissu sama dag. Ég veit að meirihluti var upplýstur þetta, fulltrúar meirihlutans, það bara beðið eftir að fundurinn klárist. Ég verð að segja ég hneykslaður á því að auðvitað ef það var verið að fara í slíkar viðræður og nefna þessa hugmynd þá átti að sjálfsögðu að upplýsa kjörna fulltrúi ráðinu það. Að sjálfsögðu hægt að afhenda slíkar upplýsingar í trúnaði eins og oft hefur verið gert með viðkvæmar upplýsingar en það algjörlega óviðunandi að minnsta kosti 3 fulltrúum í þessu fagráði skuli hafa verið haldið í myrkrinu á meðan það var vélað þessa hluti á bakvið tjöldin. Við verðum að fara fram á það í framtíðin að upplýsingagjöfin verði betri. Það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Helga. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, ég tek því auðvitað vel. Við höfum alltaf að leitast við það að hafa góðar upplýsingar. Þetta mál sem stendur og fellur með því að menn séu í góðu samráði við þá foreldra sem ræðir og sannarlega kjörna fulltrúa líka. Og ég tel að við höfum brugðist ágætlega við því með því að fjallum málið á síðasta fundi. Það er 2 vikum eftir að þetta mál fyrst opnað. Krafa minnihlutans að það hefði átt að gera það strax sama dag og fundað var með þessum aðilum. Ég tek þeirri ábendingu bara ágætlega. Ég held að þetta sé ekki stórt mál í heildarsamhenginu en sjálfsagt að hlusta á þessar raddir. Það borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við það að svara andsvari. Þá andsvörum lokið og þá hefur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir óskað eftir því að taka til máls. Forseti, borgarfulltrúar, ég kem hér undir þessu Mýrarmáli. Ég verð að segja það að mér finnst vinnubrögð þessu máli mjög undarleg. Ég þekki þetta mál ágætlega og vinnubrögð borgarna kom mér vel og óvart. Fyrirspurn Framsóknar og flugvallarvinna var lögð fram á miðvikudeginum. Á föstudeginum fá foreldrar á Mýri þetta bréf. Eldra barnabarnið mitt á þessu leikskóla og yngra barnabarnið átti að byrja þarna 1. júní. Foreldrarnir hefðu ekki fengið neinar fréttir af þessu og hringdu í mig til þess að spyrja mig þetta. Ég hefði ekki heyrt neitt þetta og hafði samband strax við fulltrúa okkar í skóla- og frístundaráði sem hefði lagt fram þessa fyrirspurn. Þannig að mér finnst þessi vinnubrögð mjög undarleg, vægast sagt. Bæði gagnvart foreldrum og líka gagnvart borgarfulltrúum að þetta sé ekki rætt hérna innan þeirra. Þá borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu. Þá ekki fleiri hvart sér hljós undir þessum dagskrá, talsmann lokið. Borgarfulltrúar hafa boðað bókanir inn í þetta. Já, þá hleypum við borgarstjóra í þessum dagskrálum. Forseti, takk fyrir, þó ég hafi verið sett til. Ég vildi bara aðeins blanda mér í þetta, ræða og það alveg rétt. Þetta viðkvæmt mál. Út frá þjónustu, út frá foreldrum, út frá börnum og starfsfólki og svo framvegis. Og ég held við verðum bara að hafa skilning á því að svona mál geta komið upp með stuttum fyrirvara. En ég held að séu allir að leggja sér fram að upplýsa leið og hægt Ef þarna, ég tala ef að þarna eru einhverjar hugmyndir að gera fléttu sem tengjast 2 leikskólar, þá getur það bara verið ennþá viðkvæmara. Og það almennt bara mjög gott ef það hægt að fara yfir það með ráðum, eða þannig hittist á hvað geti verið í uppsiglingu.
En það getur líka bara búið til óþarfa svona eitthvað óryggi. Þannig að ég treysti því að þessu hafi verið unnið að sviðinu og forystu ráðsins af fullum heilindum út frá hagsmunum þeirra foreldra og barna sem að þarna eru. Það er ekki búið að lenda þessu máli eða ráða því til lykta, en ég á von á því að það verið gert af svona sömu yfirvegun og mér finnst það verið unnið að svipuðum málum að undanförnu. Það getur líka komið eins og hér kom fram illa við fólk ef að kjörnir fulltrúar að leggja fram fyrirspurnir eitthvað sem að einhver vissi ekki að væri í gangi. Þannig að þarna þurfum við líka þá að finna balans. Hvenær fáum við upplýsingar á trúnaðarstigi, hvenær spurðumst við fyrir eitthvað sem að kannski á örfára vitorði. Þannig að ég bið fólk bara að hugsa þetta út frá þeim sem að nota þjónustuna, út frá starfsfólkinu og börnunum í svona tilviki, en auðvitað erum við öll að vanda okkur. Og ég tek þessari umræðu alls ekki illa, heldur bara sem ábendingu og vangaveltum það hvenær tímabært að segja frá. Og það getur verið matsatriði, ég held að við erum öll að horfast í augu við það. Því að stundum kom upp svona áhyggjur sem síðan verði ekki að neinu. Borgarstjóri lokið máli sínu og þá óskar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon eftir að taka til máls eða veita ansvar. Og óskar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon eftir því að taka til máls. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég held að ef við skoðum þetta mál og förum við það bara fullkominni yfir vegun eins og borgarstjóri segir hefur verið gert, þá sjáum við að þarna var alls ekki öllum fulltrúum í skóla- og frístundaráði veittur sambærilegur aðgangur að upplýsingum eins og ber að gera. Það er alveg ljóst. Mér sem ég sæi upphlaupið, segjum bara ef það væri annar meirihluti hér við völd og ef það væri Sjálfstæðisflokkurinn til dæmis sem meirihluti og núverandi borgarstjóri væri minnihluta og hann kemist að því að án samþykktar þessa ráðs væru tveir svona skólar í óvissu sem ráðið hefur upplýst og það væri í rauninni byrjað að ræða hluti eins og einkavæðingu. Ég held að það hefði orðið svolítið upphlaup og stór orð látin falla, mun stærri orð látin falla en ég hefur látið falla hér í kvöld. Og ég er ekkert að setja þetta hugmyndan sem slíka. Eins og maður, það er reglur sem hefur fengið, eins og þetta mál hefur æxlast, þá má vel vera að þessi lausn verði bara fín. En við hljótum að gera athugasemdir við það þegar við sem erum í rauninni alveg jafn réttháir fulltrúar í þessu skóla- og frístundaráði eins og allir aðrir fulltrúar, þar á meðal formaðurinn sem er bara fyrst og fremst fundarstjóri og ágætur sem slíkur, þegar við finnum að það fá ekki allir sömu upplýsingar á sama tíma. Þegar við heyrum að það hafi verið fundir haldnir með fulltrúum meirihlutans þar sem þeir eru að ávarpa slíkar hugmyndir og bara það eins og var ljóst á þessum fundi, það var ljóst að rekstur að minnsta kosti annars skólans var í óvissu. Við hljótum að gera það á kröfu þegar að sú staðir uppi að framtíð einhver skóla í Reykjavík sé í óvissu, að þá séu við upplýst það á slíkum fundi, en það sé ekki einhver fyrirleikur í gangi. Og þeim mun sárara finnst mér þetta vegna þess að það er ekki nema ár síðan, þá þurftum við að gera mjög alvarlegar athugasemdir við sambærilegt mál þegar var lagður niður Sjónarhóll, borgarrekinn leikskóli, vegna þess að það var gert að stutt eftir að skóla- og frístundaráð var farið í sumarfrí, þá var haldinn fundur með foreldrum og þeim var bara sagt að það stæði til að leggja niður leikskólann. Engin ákvörðun tekin í skóla- og frístundaráði, ráðið ekkert upplýst, bara sagt að það ætti að gerast. Og þeir skyldu bara drífa sig að finna og fengju hjálp við að finna pláss fyrir börnin sín fyrir haustið. Síðan hittist skóla- og frístundaráð eitthvað rúmum mánuði seinna og þá bara stendur það frammi fyrir orðnum hlut. Þá bara ætlast til þess að það sé eitthvað svona stimpilpúði fyrir ákvarðanir sem teknar hafi verið bak við tjöldin. Og þá gerðum við alvarlegar athugasemdir og því var líka vel tekið og sagt að þetta er tekið til greina og reynt að hafa upplýsingagjöfin í skoðu lagi og hægt væri. En svo kemur þetta bara fyrir aftur. Og þá finnst manni svolítið höggvið í sama knerun. Ég verða að segja það eins og er. En ég tek undir með borgarstjóra, það þarf að finna jafnvægi í þessu.
en það jafnvægi verður þá að vera jafnt milli allra fulltrúa í ráðinu. Allir fulltrúar í skóla- og frístundaráði eiga sjálfsögðu að vera upplýstir það ef að framtíð einhver skóla í Reykjavík í óvissu. Þarna vorum við ekkert upplýst það, þó að það er ljóst fyrir. Og auðvitað var byrjað að undirbúa þetta mál og þessar hugmyndir komna fram, sem hefði alveg verið hægt að láta okkur í té, þessum í trúnaði sem allir vita við höldum. Þannig að ég vona að við sjáum ekki fleiri slík mál, en sennilega þá þurfum við að þá virðist þetta vera þannig að því mér finnst meirihlutin tala þannig að hann sjá ekki eftir neinu, honum finnist ekki rátt við þetta, honum finnist bara í lagi að það sé misjöfn upplýsingagjöf á milli fulltrúa í skóla- og frístundaráði eftir í hvort er meirihluta eða minnihluta, og þá þurfum við kannski að laga okkur að þeim veruleika og auka fjölda fyrirspurna og spyrja kannski bara það á hverju minnsta fundi hvort að framtíð einhverja skóli í Reykjavík sé í óvissu og hvort að það sé einhverjar hugmyndir breytt rekstrarform á þeim. Það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Og það borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég vil bara koma hérna stuttlega til þess að fyrirbyggja allan misskilning. Þegar ég lagði fram mína fyrirspurn þá hafði ég ekki neina vitneskju að þetta væri að fara að ganga í garð varðandi Mýri. Ég hafði fengið ábendingar að það væri að losna 60 pláss á 3 leikskólum í Vesturbænum. Mín fyrirspurn var varðandi það mál. Ég hafði enga vitneskju þá Mýri sem slíka. Ég vil bara hafa þetta á hreinu þannig að þetta sé ekki einhver hugsanlegur misskilningur einhvers þar í gangi. Takk. Það borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran lokið við það að veita andsvar. Þá andsvörum lokið og þá hafi ekki fleiri kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið. Basta. Borgarfulltrúar hafa boðað bókanir undir þessum dagskrárlið. Einnig undir fyrsta dagskrárlið og má bjóða öðrum fyrirgefðu eineltismál og bjóða borgarfulltrúi Jónu Björg Sætran að lesa upp bókun þeirra undir því máli.